Sportþátturinn Mánudagskvöld með gesti Einarsinni frá Hæli. Já, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi og já, eins og við talaðum áðan þá ætlum við að fara í handbolta núna en íslenska landsliði leikur núna á sunnudaginn í Laugardalshöll og línunni komin eitt landsmaðurinn, sunnlendingurinn Guðmundur Árni Ólafsson. Kontu blessa og sæll, höfðingi? Sæll ertu. Þú ert komin í A-landsliði þarna núna tilbúin í undankeppni EM? Já, nákvæmlega. Ja. Og já, það er bara, verður þvílík veisla það ekki á sunnudaginn næsta? Jú, við okkur framöndan erfitt verkefni. Leikir móti Portugal, tryggum við áfram á loka móti, sko. Þannig að mikilvægur leikur á sunnudaginn. Já. Og já, þeir sem heima, sem eru ekki út í Frakklandi að stíða knattspyrnulandsliði, þeir eru náttúrulega skildur eða ekki að mæta þarna á sunnudaginn? Jú, við vonum bara sjáum sem flesta. Já, nákvæmlega. En já, hvernig er svona undirbúningur, hvernig hafa hann gengið hjá ykkur? Byrja ekki sérstaklega vel. Það sem að, tónokrir leikmenn komist ekki til landsins vegna senkunar og svona út af þessu verkfalli, þannig að við verðum bara að byrja með að prakta í fyrramáli í staðinn. Það vantaði einhverja 7 leikmenn á einhver í dag. Já. Þannig að þeir voru fámennir en góð mennt. Já, Raggi, hann kom á einhver. Það sem að Geri var ekki mættur til landsins, þannig að hann fyllti hans skarði í dag. Já, Ragnar Jó? Já. Já, þannig að þið hefur bara verið sunnlendingar hérna? Já, tónokrir, Janus líka. Nákvæmlega. En já, svona leikurinn sjálfur, vitið þið eitthvað mikið portugalska landsliðið? Já, við erum svona kepptum við í janúar og unnum eitt töpuðum einum, þannig að bara já, við erum búin að skoða klippur á leikjum með þeim og við spila flestir í Portugal, sko. Og við kortlegjum þá eins vel og við getum. Já, nákvæmlega. En já, nú ertu komin í landsliðanni, það bara hoppandi inn og hvernig, já, líkaði við nýja landsliðanna, Geir Sveinsson? Virkilega vel. Er hann? Mér líst mjög vel á hann og það sem ég er búin að kynast á hann og það er bara gott að segja hann, sko. Er hann með svolítið öðruvísi áherslur en hefur verið? Já, það er alltaf einhverja tæknilegar áherslur sem eru öðruvísi sem þetta þjálfara. Hann vil vera aðeins defensívar í vörninni sem að það er svona helst að kannski breyting þegar Aron var þjálfari. En annars er margt sömu leikkerfi miklu leiti ennþá, sko. Já, náttúrulega. En já, aðeins að þér sjálfum, þú ert alltaf eða ekki að spila í Danmörku? Jú, búin með mitt 5. tímabil í Danmörku. Já, þannig að þú ert að verða bara hálf danskur? Já, maður mætti segja það. Og hvernig gekk þetta tímabil hjá ykkur? Þetta var svona bara nokkurn veginn á pari, ekkert sem kom á óvart þannig séð. Við lentum í smá meiðslavesinni og voru kannski svona hægra megin. Ég veit ekki alveg hver spilaði mest í liðan á mér til dæmis í hægri skítunni. Fyrir tímabili vorum við með 2 hægri bakveri, annar meiddist og seldi til Vestmannaeyja, Agnar Smári Jónsson. Þannig að það var smá svona basl með þá stöðu sem kannski bitnaði aðeins á mér. Það get ekki byggt þetta almennilegt svona samband við hægri bakvörð. En við kláruðum svo sem tímabilið ágætlega og endum hann með að deild. En því mig vorum við bara komin í sumarfrí fyrir einhverju 2 mánuðum síðan, eða rúmum held ég. Já. Og já, ég er ekki svolítið erfitt að halda sig við svona þegar maður er svona löngu sumarfríi? Nei, ekki þegar maður hefur landsleiki í framöndan, þá er það svona kullurótt í þess að halda manni við. Og æfumáli, liðið hann á æfa úti, sko, þótt að ég sé kom til landsins. Æfa alveg fram til 50 dags, held ég, þá fara það sumarfrí. Já, ok. Þannig að það er nóg að vera? Já, það er sérstaklega eins og fyrir mig, þá þurfti ég að vera á tannum og halda mér í góðu standi fyrir þessa leiki móti Portugal. En já, það er heldur betur búið að vera veisla fyrir kannski sem stuðningsmann eða ekki, því að þú lékst með Haukum sem eruðu Íslandsmeistarar og já, svo varstu líka með Selfoss sem fóru upp í Ólísdeild karlaða 9. Jú, og síðan
gamli klúburinn minn í Danmörku sem ég hef ennþá svona tögað til, eru danski meistarar í fyrsta skipti. Silkeborg. Þannig að jú, þetta bara því miður ekki sem leikmaður hef ég ekki unnið neina titla en góður vinir unnið þó nokkra titla sem er bara og komist upp í úrslit, það er bara frábært. Já, okay. En danski boltinn, hann mikið öðruvísi en Íslandi? Já, nú er ég ekki búinn að spila á Íslandi í einhver 6 ára eitthvað, sko. Já, þannig að þú þekkir það ekki lengur. Þú voru búin að gleyma hvernig íslenski bolti var bara. Já, en svona þegar maður fylgist með, þá er alveg gæði í svona bestu liðum á Íslandi. Það er alveg klart, þetta var svona frábæri úrslitarimma milli afturhendingar og Hauka, en ég mætti nú líka á nokkra leiki þegar ég var á Íslandi í fríi. Ég sá Fram Valur og svona og einhverja nokkra leiki þegar ég var á landinu. Það er svona kannski að minna tæknifeila, meira hraða og þessi sterkari í Danmörku. En jafnari deildin þar. Já, nákvæmlega. Og já, ertu í góðu sambandi við aðra íslenska leikmenn sem eru þarna úti? Já, við erum alltaf 2 sem vorum í Mossú núna í 2 ár, ég og Róbert Aron, og síðan spilum við Begga, Sigurberg Sveinsson og Egil og Holstebro og Vigni og Danna í Sönniðsku. Þetta er allt nokkri góður félagar hana í Danmörku. Já. En já, leikurinn á sunnudaginn og já, þú ert tilbúin í leikinn? Já, og vonandi að restina liðinu mæta það einhver fyrramáli. Já, Svo getum við undirbúið fyrir. Já, við skilst að það er ekki að vera töfa og flugi á morgun allána? Það er gott að vera. Já, en allána leikurinn á sunnudaginn og þið í fullum undirbúningi, þið æfið þá alla vikuna? Já, alveg fram á sundag. Já. Þannig að við sjáum þar bara, gestur. Já. Þú mætir. Það sjálfsögðu. Við okkur. Bestu þakkir og gangi ykkur vel. Heyrumst. Þessar. Afleis. Já, Guðmundur Árni Ólafsson, leikmaður Mosti og já, leikurinn á sunnudaginn klukkan 5, en já, fjöri hefst nú bara klukkan 4. Það er Sverrir Bergmann og Fjallabræður, Sirkus Íslands, dansskóli Brynju Péturs, Batla í borginni og fleira. Það er já, veisla svona fyrir leik, en er að ræða náttúrulega engan venjulegan handboltaleik, því að þetta er náttúrulega upp á nýju ævintýri þar sem þetta er fyrsta verk strákana okkar í að tryggja sér farseðilinn á heimsmeistaramóti 2017 í Frakklandi. En það er að gera fjölumina á völlin og miðasala á tix.is, að gera tryggja sér miða tímalega. En aðeins að leik kvöldsins í vináttulandsleik karla. Ísland er 3-0 yfir í hálfleik. Kolbeinn Sigþórsson með fyrsta markið á 10. mínútu, Birkir Már Sævarsson með annað á 20. og Alfreð Finnbogason skoraði núna 3. markið á meðan við vorum að spjalla við Guðmund Árna og hann bætti við 3. markinu eftir stórskotarhríð. Gylfi átti fyrst frábært skot rétt utan teiks sem varið og Arnór náði frákastunum og skot hans var einnig varið og svo kom annað skot frá Gylfa áður en að Alfreð fekk loksins boltan fyrir 8. marki og skoraði auðveldlega hans 8. landsliðsmark. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM. Koma stelpunar okkar á EM. Stelpunar okkar leika mikilvægan leik gegn Makedóníu á Laugardalsvelli þriðjudaginn 7. júní klukkan 19:30. Í húfi er sæti á EM í Hollandi og við þurfum að styðja vel við bakið á stelpunum okkar. Fyllum stúkuna, látum vel í okkur heyra. Miðasala á miði.is. Áfram Ísland!